var í vafi neinn, verður í talin galli að kölski byggi áður einn undir Kröflu. Ekki hann á eldins bar, áfram stríðu stundir, alltaf kynnt við karlinn þar, köttum sínum. En girtust hennan kingi kraft, kapparauðs og valda, ágirdar með opinn kjaft upp á Kröflu halda. Verkfræðingar hrópari her, hérna orku lindin, potluðu þar og potluðu hér og pissuðu upp í vind. Eldu varnir hafa tekist! Mamma, það þurfti ekkert að bora. Hérna erum við stödd í eiginlega miðri öskju Kröflueldstöðvarinnar og horfum yfir að miðjunni. Það er leirsnúkur hér í fjarlægð og ríkur úr honum en þar er jarðhiti mikill og hólfið fylltist af kviku, það kvika kom að neðan og þá lyftist allt þetta svæði og hér myndaðist bunga á landið, hæst hér í miðjunni. Þar undir niðri er kvikuhólf á cirka 30 km dýpi hérna undir og það var þetta kvikuhólf sem var miðjan og naflinn í þessum umbrotum sem voru hér frá 75 til 84. Mývatn er þriðja stærsta stöðuvatn Íslands, 38 ferkílómetrar að stærð. Það er í dæld sem jöklar ísaldar hafa sorfið í lága hásléttuna, yfirborð þess er í 277 metra hæð yfir sjávarmáli. Við norðaustur horn vatnsins er hið forna höfuðból Reykjahlíð, kirkjustaður frá því á söguöld, stærsta jörð á Íslandi og sennilega ein hin fjölskrúðugasta, því í landi hennar má finna allt það sem ferðamenn fýsir að sjá á Íslandi, enda mun hún áfangastaður flestra þeirra ferðamanna erlendra sem ferðast eitthvað að ráði Ísland. Ég fæddist hérna í Vogum, var einn af 10 systkinum og þetta var náttúrulega bara bóndabær og verið með bústofn og síðan var stundum mikið veiði í vatninu og vinna eftir því og allir krakkar látnir að gera það sem þeir gátu gert. Rafmagn kom ekki í Mývatnssveit fyrir 1962. Þorpið í Reykjahlíð, það verður til við tilkomu kísiliðunnar. Það voru engin byggð í Reykjahlíð utan það sem var bara bændurnir og hótelin og verksmiðjan byggði strax 10 húsa hverfi. Þegar Krafla er sett í gang, þá er líka farið að byggja, þá byggir Kröfluvirkjun 10 íbúðarhús. Ég tel nú að þetta hafi bara haft góð áhrif og mannlífi í Mývatnssveit. Mér fundust mývetningar vera jákvæðir gagnvart þessu. Eflaust voru einhverjir til sem voru lítið hrifnir af svona framkvæmdum yfirleitt, vildu hafa þetta bara eins og var í gamla daga, bara búskapinn, halda áfram með búskapinn. En bæði Krafla og kísiliðan náttúrulega gjörbreytt samfélaginu í þessari sveit og færðu það mikið til nútímans. Þetta var náttúrulega mjög mikil breyting þegar að kísiliðan kom líka og það myndaðist hér þorpið í Reykjahlíð og fólkið í Kísiliði og Kröflu og þá var og bara kannski bara á svona 3 vikna fresti þá var orðið svona einhverjar skemmtanir í Hótel Reynihlíð og svo framvegis og það sem að þeim þetta ég spilaði fyrir dansi á minna harmoniku. Við Bjarnarflag hefur gufan verið virkjuð og þar hefur verið gerð fyrsta gufuaflstöðin á Íslandi. Ég man eftir því þegar ég var unglingur á Akureyri að þá var alltaf viðvarandi rafmagnsskortur.
Það var sérstaklega óþægilegt þegar var verið að elda jólamatinn því að þá var ofta, það var rafmagnsskömmtun á Akureyri og fjölskyldur og heimili þurftu að haga sér eftir því, þannig ég man að móðir mín hún var að nýta tækifæri þegar það var rafmagn, þegar hún hafði rafmagn þá var það að elda jólamatinn á þeim tíma og þetta ástand náttúrulega var orðið það slæmt að það var ekki við það unað. Þá var þörfin mjög brýn og menn kölluðu eftir því að það væri ekki helmingurinn af öllu rafmagni hérna á þessu svæði væri framleiddur með dísilvélum. En samt var það svo að á Akureyri voru komnar 3 vélar, meira en hverðir sig var meira en megawatt. Ég held að það hefði verið það byrjum 5 megawatt niður á Eyrinni og þetta voru stórar vélar, 3 til 6-8 megawatt hvor og eyddu náttúrulega óhemju olíu. Þetta þrýsti náttúrulega á að það væri framleitt meira rafmagn og þá fóru menn að hugsa hvar hægt að framleiða þetta rafmagn. Menn ætluðu að framleiða það í Laxárvirkjun, nýrri Laxárvirkjun. Þá var það talað Gljúfurverksvirkjun og það fór nú allt í vaskinn eins og maður segir. Varla hefur annað verið meira deilt hér á landi þetta árið en Laxármálið svonefnda. Það að segja hvort eða hvernig viðbótarvirkjun verður háttað í Laxá í Þingeyjarsýslu. 1. ágústkvöld söfnuðu saman á annað 100 manns við stíflu í svonefndri miðkvísli milli Geirastaða og Arnarvatns. Vinnuvélum og sprengiefni var beitt til að rjúfa stífluna sem byggð var árið 1961 og var meðal annars ætluð til að hafa stjórn á rennsli Laxár og vatnshæð í Mývatni. Og þá fóru menn að huga að jarðvarmanum. Það hafði verið rekin eða byggð lítil tilraunavirkjun í Bjarnarflagi í Reykjahlíð og á þeim grundvelli var ákveðið að fara í nánari rannsóknir á jarðvarmavirkjuna möguleikum á þessu svæði og niðurstaðan var sú að það væri heppilegast að byggja stóra jarðvarmavirkjun hér í Kröflu. Til bráðabirgða var þá ákveðið að skipa sérstaka nefnd sem iðnaðarráðherra þáverandi Magnús Kjartansson sá Til að hrinda málinu í framkvæmd var skipuð Kröflunefnd. Í henni áttu sæti þingmennirnir Ingvar Gíslason, Jón G. Solnes og Ragnar Arnalds. Auk verkfræðingana Braga Þorsteinssonar og Páls Lúðvíkssonar. Tæknilegir ráðunautar voru Einar Tjörvi Elíasson og Júlíus Solnes. Jón Solnes náttúrulega var sá grjótpáll sem bar þetta fram og hélt þessu máli til streitu og hann hafði mikinn stuðning frá sínum flokksforystumönnum. Sérstaklega man ég eftir Gunnar Thordsen studdi hann mjög eindregið í þessu. Það var náttúrulega kannski til þess að þetta gekk í gegn sem betur fór. Þegar faðir minn gerður að formanni Kröflunefndar og ráðinn sem framkvæmdastjóri nefndarinnar og fékk þau skýr fyrirmæli frá iðnaðarráðherra Gunnari Thoroddsen að hraða virkjunarframkvæmdarinnar eins og mögulegt væri. Og faðir minn sagði, þú ert tæknilega menntaður og ég vil að þú hjálpi mér við þetta verkefni, þetta mikla verkefni. Og það endaði með því að ég fór á bólakaf í að vera með í að byggja þessa virkjun og þetta einhver svo dýrmætasta reynsla sem ég hef fengið í mínu lífi. Mín aðkoma að umbrotunum í Mývatnssveit hefjast strax í upphafi míns ferils hér. Ég var nýkominn frá námi í jarðeðlisfræði og jarðskjálftafræði frá New York og sumarið 75 og við hafði verið að vinna með Sveinbirni Björnssyni árin á undan að hanna nýja skjálftamæla og þessi mælar höfðu verið í gangi þarna veturinn 74 til 75 og þegar niðurstöðurnar úr þessum mælingum komu fram, þá var eitt sem var stakk í augu við
sáum það sem við byggumst við, nema að einu leyti að það reyndust vera skjálftar í miðri Kröfluöskjunni sem áttu upptök þar. Það kom okkur á óvart að þetta hafði ekki verið þekkt skjálftasvæði áður. Þarna kom sem sé upp spurning, hvað táknar þetta? Það var engin leið að sjá þetta með mælingunum sjálfum, svolítið að það var að grípa til annarra ráða og hér var þá nýkominn til starfa Björn Friðfinnsson sem var hérna rekstrarstjóri í Kísiliðinni. Og hann gekk þá á milli manna, tók hann nokkra daga og niðurstaðan var svo að enginn í Mývatnssveit hafði fundið skjálfta áður eldur en þetta sumar. Þannig að þá fyrst var það orðið ljóst að þetta var ekki bara ímyndun í skjálftafræðingnum og ekki bara vegna betri skjálftamælinga, heldur hafði raunverulega aukist skjálftavirkni í Kröflu eldstöðinni. Og þetta samfærði mig og svona þá sem voru að vinna með mér í þessu það að það væri eitthvað óvenjulegt að gerast í Kröflu eldstöðinni. Og þá fyrst þorði ég að segja þetta opinberlega, að það þyrfti að taka tillit til þess að hugsanlega væri Kröflu eldstöðin að vakna til lífsins aftur eftir sinns rúmlega 2 alda svefn. Sko það voru náttúrulega ekki stöðugur skjálftar en það komu skjálftahrynur þegar spennan var að losna og þá maður hérna í einhverju óvissu hvað gerist ef fer að gjósa eða verður allt í lagi og jarðskjálftarnir þeir eru bara virkilega óþægilegir og maður fer svona að spennast upp og bíða eftir næsta skjálft og hvað verður hann stór og hvað gerist og hérna þannig að það verður í raun alveg óþægilegt að vera bara á svæðinu svona nálægt. Jarðskjálftarnir voru það miklir og þarna í hérna fleiri ár, 9 ár. Ég varð ekki var við það að fólk væri yfirleitt hrætt. Það gildi annað til dæmis krakkana og ég man sérstaklega eftir elstu dóttur mínu sem að hún var svo óskaplega hrædd í jarðskjálftunum. Og það var fróðlegt að sjá ljósakrónurnar því að þær dingluðu, við skulum segja, til austurs og vesturs. Svo hætti náttúrulega jarðskjálftinn og þá fóru þær að snúast öðruvísi. Að með þær voru að róast. Eldgos hafið í Leirhnjúki, aðeins 3 kílómetra fyrir norðan stöðvarhús fyrirhugaðrar Kröfluvirkjunar sem nú í smíðum. Þetta gos kemur eins og þruma úr heiðskíru lofti. Þessar fréttir eru uggvænlegar. Því margt bendir til þess að þarna kunni að vera hefjast svipuð hrina umbrota, eldgosa og jarðskjálfta og í Mývatnseldum á árunum 1724 til 1729 þegar gaus þar með hléum í 5 ár. Þetta smá dans hérna? Já, þetta allt saman nýtt hraun sem vart yfir. Já. Ég sem sagt 14 ára þegar byrjar að gjósa í Kröflu og bjó hjá foreldrum mínu hérna í Vogum og ég að hjálpa til upp í Fjárhúsum, það rétt fyrir jólin, það fengitíð. Allt í einu kemur nágranni okkar inn og segir ég held að sé farið að gjósa í Kröflu, það þannig mikil skýjabólstur. Þetta var náttúrulega rétt fyrir jól og það gekk mjög mikið á fyrir mér í eldhúsinu. Ég var með 2 hrærivélar og var mikið að baka og var ekkert að hlusta útvarpið og ég var ekki vör við neina skjálfta. Björn Friðfinnsson, hann var forstjóri Kísiliðanna þá og hann hafði komið yfir sem sagt til bróður mín sem var þá sveitarstjóri til að segja honum frá þessu og hann var með penna og hann var að lýsa því hvað skjálftamælirnir höfðu hamast mikið því að þetta voru svo svakalegar hreyfingar og hann sem sagt sveiflaði pennanum á hurðinni og það bara
þetta far sést en þannig í dag, sko. Mér það minnist þetta af því að ég var líka fréttaritari útvarpsins á þeim tíma og ég hringdi fyrir fréttastofu og það var séra Emil sem svaraði mér þar og ég sagði honum frá og hann sagði já hérna fæ ég að segja frétt ársins. 2 af skjálftavörðunum hringdu og sagði að nú eitthvað stórt að gerast, líklega í Kröflu. Hrinan sé forboða hrina, hún hefur væntanlega staðið kannski í 20 mínútur eða eitthvað svoleiðis. Þannig það tíminn sem að mann höfðu það til þess að bregðast við. Og það var, þetta gos kom sem sé án viðvörunar. Eitt af fáum gosum síðustu 60 árin sem að kom án viðvörunar. Þegar fyrsta gosið kom, þá var það hér í Leirhnjúk. Þá flýttu nú flestir jarðfræðingar sem hefðu verið að rannsaka gos. Þeir flýttu sér að koma hingað á þann dag og meðal þeirra var Sigurður Þórarinsson sem var nú okkar frægasti eldfjallafræðingur á þeim tíma. Og þegar þeir gengu fram hjá þessu jarðfræðingarnir að þá fór einn steinninn óþægilega nálægt Sigurði og sumir segja að hafi farið í hann steinn. Og hann kveinkaði sér aðeins en ekki mikið en eftir á sagði hann að það skelfilegasta við þetta atvik hefði nú verið það ef hann hefði nú drepist í þessu, ef steinninn hefði drepið hann. Þá hefði mátt segja hann að hann hafi farist í minnsta gosi á Íslandi sem nokkuð tíma hefði verið. Og þetta fannst honum hræðileg tilhugsun. Sigurður Þórarinsson jarðfræðingur var meðal jarðfræðinga á svæðinu og á landsfræga skotthúfu hans féll glóandi sletta sem brendi á hana gat. Ég spurði Sigurð hvort hann væri ekki smeykur. Nei, sagði hann, ég hef svo gott nafnnúmer. Nafnnúmer, hvaða númer það, spurði ég. 7913 svaraði hann. Bæði skjálfta og hallamælar voru tengdir sjálfvirkum aðvörunarbjöllum sem hringdu ef eitthvað var út af. Undanfari umbrota hrina og eldgosa var stöðugur órói á skjálftamælum. Í þessum fræðum það nú sennilega frægasta stöðvarhús í heiminum. Ekki vegna þess að það sé framleitt svo mikil orka þar, heldur vegna þess að þetta hús var notað eins og hallamælir. Verkfræðingarnir sem byggðu húsið, þeir höfðu fylgst vandlega með hallabreitingum á húsinu, höfðu gert mælingar á húsinu alveg frá upphafi, frá því að fyrsti grunnur var lagður að því. Og það kom í ljós að stefnan á húsinu og staðsettingin á húsinu var einmitt akkurat á réttum stað til þess að mæla landslagsbreytingarnar og fylgjast með þeim. Þá var settur upp þannig mælir í stöðvarhúsinu í Kröflu að það var garðslanga eftir endilöngu húsinu sem 70 metra langt og á endum slöngunar í suðurenda og norðurenda húsins voru mæliker sem mældu mjög nákvæmlega hvort að vatnsborðið breyttist. Og út úr þessu kom mælisyrpa sem algjörlega einstök í heiminum. Þessi mæliröð er komin í kennslubækur og verður þar sem dæmi vel heppnaða mælingu á ástandi eldstöðvar. Og við sjáum hérna hvernig þetta landris haga sér. Það nokkuð jafnt og þétt. En síðan inn á milli þá verða snögg landsig. Og eftir að virknin fór síðan að magnast og það var greinilegt að meiri gosvirkni væri í kortunum, þá þótti ekki verjandi annað en að hafa beinlínis 24 tíma vakt yfir mælunum. Og þetta var gert á þeim tímabilum þegar landrisið fór yfir fyrri mörk. Þetta nokkuð sem við könnumst núna við úr Grindavík og Svartsengi. Nú við að tala að landris sé komið umfram fyrri mörk. Þetta byggt á reynslunni frá Kröflu. Allir aflestrar voru jafnóðum færðir inn á línuritt, svo sjá mætti ástand hallabreitinga á hverjum tíma. Með skjálftamælingum var hægt að staðsetja kvikuþró að 3 til 7 km dýpi undir megin umbrotasvæðum. Var þetta gert með hljóðbylgjumælingum.
svonefndum S-bylgjuskugga, sýnir mismunandi hraða í föstu og fljótandi bergi. Stöðug skjálftavakt var höfð í langan tíma. Nóg var að gera á skiptiborði í Kröflubúðum og ekki minnkaði álagið þegar umbrotin hófust. Almannavarnanefnd Kröflubúða hefði einnig aðsetur þarna meðan á umbrotarhrinum stóð. Síminn var náttúrulega ekki hversmannseign á þessum tíma, fólk var ekki með símann í vasanum, þannig að það voru símar á hverju heimili að sjálfsögðu. Með einu símtali frá skjálftavaktinni mátti ná sambandi við öll heimili í sveitinni. Ef að þurfti að vara okkur við, þá þekktum við sem sagt hringingu, það var bara ein mjög löng hringing, þá átti allir að svara og segja hver, til dæmis ég bjó tiltekinni götu, tiltekinni númer, ég átti að segja heimilisfangið. Þetta heimilisfang að hlusta. Svo ég man þegar að byrjaði að gjósa síðast og þá komu viðvaranir eitthvað, mér minnir að það hafi verið nýleit kvöldið, að það væri bara mjög mikill, það væri gosóru og mjög líklega myndi verða gos. Og hérna það reyndist rétt, það byrjaði að gjósa fyrir minnætti. Það var ýmislegt skipulagt og mjög vel skipulagt. Og það var meðal annars búin til bæklingur, svona, sem var dreift í hvert hús og spjald þar sem stóð á húsið yfirgefið. Og ef að til rýmingar kæmi þá áttum við að hengja þetta spjald á útidyrnar. Þannig að það var sett upp og æfð þessi áætlun að menn voru með tösku í andirinu sem að geymdi svona það helsta sem menn þurfti að taka með sér í skyndi. Bílarnir voru með lyklunum í og sneru í akstursstefnu, alltaf bensín á þeim og við áttum að flýja. Það kom bara sem betur fyrir aldrei svo stað, sko. Í ársbyrjun 1977 þá var ég beðin á sem mákunum minni að taka nætuvaktir upp í Kröflu til þess að vera á skiptiborði, símaskiptiborði. Kröfluvirkjun, góðan dag. Og svo haustið þá vorum við fengnar til að fylgjast með jarðskjálftamælunum sem þá voru orðnir 3 niðri í Reynihlíð. Og það var allt fullt af jarðvísindamönnum og okkur var að kennt á þetta. Hvernig við áttum að staðsetja þá og hvað þeir væru sterkir og við þurftum að skrá þetta bara yfir nóttina. Svo voru blöðin og útvarpið að hringja á mótnana til að athuga svona hvort ekki hefði eitthvað svona, hvort það væri ekki eitthvað svona bitastætt eftir nóttina. Og þarna skapaðist mjög lífleg stemning í kringum skjálftavaktina. Skjálftavaktin var mjög vinsæll samkomustaður sveitarfólks og íbúa í nágrenninu. Oft alvarleg mál rædd en það oft líka glatt á hjalla yfir skjálftamælunum og þarna þetta var svona dreifingamiðstöð fyrir upplýsingar. Kópasker, eins og draugabær þegar komið á vettvang eftir höggið mikla í gær 13. janúar. Það var kalt í veðri og snjór á jörðu þegar skjálftinn reið yfir og umturnaði öllu í þorpinu. Það varð rafmagnslaust og vatnslaust og því varð að flytja þorpsbúa 130 manns til Húsavíkur og Raufarhafnar. Jarðskjálftinn átti upptök 12 kílómetra fyrir norðan þorpið og mældist 5,5 til 6 stig á Richterkvarða. Í flestum húsum í þorpinu allt á tjá og tundri eftir skjálftann. Austast í þorpinu eru 4 til 5 hús óíbúðarhæf. Þetta eignartjón nemur 20 milljóna króna. Það er hroðalegt að sjá þetta. Þetta er mesta jarðskjálftatjón sem orðið hefur hér á landi síðan 1934 á Dalvík. Nú eru 3 vikur liðnar frá jarðskjálftanum mikla á Kópaskeri og það er bókstaflega allt á öðrum endanum hér á landi. 4 vísindamenn hafa skrifað iðnaðarráðherra bréf og krafist þess að framkvæmdir verið stöðvaðar við Kröflu. Og hér á Alþingi fara nú fram einhverjar heitustu umræður sem getur, því að Vilmundur sækir nú fram á 2 vígstöðum samtímis í Kröflumálinu og líka í Geirfinnsmálinu. Já, menn voru sem sé að deila talsvert þessa framkvæmd, bæði frá pólitísku sjónarhorni og tæknilegu líka, því að þarna var verið að stytta sér leið í gegnum aðferðafræðina sem menn voru búin að koma sér saman að væri heppileg þegar væri verið að virkja jarðhita og sérstaklega
af því þetta var nú fyrsta stóra jarðhitavirkjunin. Það er greinilega næg orka hérna. Já, nóg orka. Það orkar ekki tímanis. En afsakið mig, er nægileg guð? 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 Já, nægufa. Mannvirkin komin úr steinsins stað, nóg af holum, allt er búið. Þegar Norðlendingar vilja orku strax og mikla orku strax, þá er ákveðin taka mörg skref í einu. Sem sé ekki taka eitt skref í einu, heldur taka þau öll í einu og bara treysta á menn vissu nægilega mikið þegar til þess að byggja þetta á. Þannig að virkjunin er rauninni hönnuð áður en ljóst hvernig orkan sem á að vinna. Og þetta þykja ekki góð vinnubrögð nú til dags og var í raun og veru þegar búið að afmarka það áður heldur en það var farið út í þetta. Svo voru margir þeirra sem líka gagnrýndu þá að það hefði verið farið öfugt að við að byggja virkjunina á skipuleggjana. Að fyrst hefði átt að leita gufunni og tryggja að væri næg gufa fyrir virkjunni í heild sinni og svo að byggja virkjunina. En staðreyndin er nú sú að þetta gat ekki gengið svona. Það voru boraðar 2 rannsóknarholur sumarið 72 sem lofuðu mjög góðu og sýndu að það væri mikil orka hér í iðrum jarðar. Ef það hefði svo bara átt að halda áfram að bora og fá næga gufu fyrir alla virkjunina, þá hefði þær verið stöðvaðar þegar eldgosið byrjaði 75 og þá hefði bara verið hætt við allt saman og ekki verið gert meir. Gufan frá öllum borholunum leidd til svokallaðs skiljuhús. Engin veit enn hve langar þær leiðslur verða því ekki enn vita hve margar holur þarf að bora, en búið að kaupa 3 kílómetra af rörum til þessa. Svo gerðist það í eitt skipti að það var verið að bora eina holu nálægt Víti. Hola var nú eiginlega orðin nánast full búin þegar menn fóru bara í kaffi niður í mötuneytið. Það var hægt að fá þær bestu kleinur sem ég hef nokkuð tíma fengið á ævinni því að það var ein ráðskonur úr sveitinni sem bakaði betri kleinur heldur en menn höfðu nokkuð tíma fengið. Og þegar þeir komu svo út úr kaffistofunni og út á hlað, þá sáu þeir að það farið að rjúka gufustrókar upp úr holunni þar sem voru að bora. Það var ekki langt frá Víti sem Dofri var að bora í fyrravetur. Þá braust gufan út með svo miklum látum að flytja varð borin hið skjótasta og var mildi að ekki fór verð. Það skyndilega óx þrýstingurinn í holunni og það munaði Hálsbreit að þeir mistu borin hreinlega, að gísi upp í gegnum forstangirnar og mastrið og allt saman. Átti ekki þær bara að standa því að bara skömmu eftir að hafa búið að bjarga tækjunum og koma bornum af holunni þá bara sprakk topplokkin með miklum látum og það var bara eins og kom upp goshver þarna. Þetta auðvitað var strax gripið á lofti og talið merkjum þá vitleysu sem væri í gangi hér og mönnum hefði verið fjandans nær að fara út í svona framkvæmd og þess vegna var þetta kallað sjálfskapavíti. Eitt tilfelli var í viðbót, það var í september 1977, þá kom hér gangur, kvikugangur sem fór til suðurs, svo fór undir Bjarnarflag og skar þar eina borholu. Það var borhola sem var notuð til gufuvinnslu fyrir kísiliðina og þessi borhola, hún sem sé stíflaðist en sprakk upp og það kom sem sé gos. Við sáum það bara eftir á að það myndi hafa verið glóandi hraun sem fór upp í gegnum holuna og út rörið, sprengdi sig út úr rörinu og svona var það. Engin mannvirki í bráðri hættu vegna hraunströms. Hins vegar hafa jarðskjálftar bæði núna og í vor valdið miklu tjóni, einkum á kísiliðunni. En jörðin hérna náttúrulega rifnaði öll og tættist og kísiliðan var fyrir miklu tjóni og kísilgúrinn hann sökk bara ofan í sprungurnar. Þannig að það þurfti að byggja nýja þró á öðrum stað og þar að ekki rifnaði skrifstofubygging kísiliðunnar og
og leiðslur fór í sundur og svo framvegis. Jörðin orðin svo heit þarna að í húsi léttsteypunnar fyrir sunnan verksmiðjuna hafa menn geta sett egg á stall og spelt þau. En þetta eina gosið í heiminum þekkt upp úr borholum enn þann dag í dag. Hraunmylsnan sem kom upp úr þessu borholuröri kvöldi góða segir sína sögum það hvað mjóum munaði. Þegar gagnrýnisraddirnar voru hvað hæstar og ákall að hætta þessum framkvæmdum, þetta væri tóm vitleysa, þá var nú iðnaðarráðherra Gunnar Thoroddsen, honum var nú og hann leitaði þá til Guðmundar Einarssonar verkfræðings, en Guðmundur var mikill áhugamaður sálarrannsóknir og hann hafði verið í sambandi við bandaríska konu, lækni, hún hét Francis og hitt hana á svona sálarrannsóknarráðstefnum í Bandaríkjunum og hún kom með töfrastafinn sinn fræga sem hún notaði þegar hún var að leita vatni. Ég ætlaði ekki verið hér á þessum slóðum sem Francis var að leita gufunni með töfrastafnum. En hún fór víða hér svæðið og lagði til staði þar sem ætti að bora eftir gufu. Og ég var sagt að hún fyrsti staðurinn sem hún valdi var bílastæðið þarna hinum megin við virkjunarhúsið eða stöðvarhúsið. Og þar vildi hún bora. En það laust mönnum nú miður vel á. Og eins og ég man að einhver sagði mér að menn hefðu eiginlega á endanum ákveðið að bora hvergi nærri þar sem hún hafði bent á mögulega staði. Grjótagjá er jarðsprunga, ekki ósvipuð Stórigjá. Í henni finnst einnig víða vatn, en mun heitar en í Stórigjá. Sprungan er 8 kílómetrar á lengd. Já, sko, Grjótagjá var náttúrulega bara, hún var dásemdastaður. Og þegar maður var orðinn, kannski komið með bílpróf, þá var yfirleitt farið bara á hverju einasta kvöldi þarna. Skammt frá kísilgúrverksmiðjunni er Grjótagjá. Hér synda menn niður í jörðinni í heitri sundlaug frá náttúrunnar hendi. Þetta er 39 sem er byrjað að baða sig í Grjótagjá. Og það eru strákar frá Englandi, stúdentar sem byrjuðu á þig. Mývetningar hafa langan aldur baðað sig hér og mörgum útlendingum finnst þetta að vera hápunktur dvalar sinnar hérlendis. Fyrir mér og öðrum er þetta svona musteri. Fórum þarna í bað og sérstaklega eftir heiskap og erfiða daga, fótboltaæfingar og slíkt, þá var þetta svona líka samkomustaður sem fólk hittist og á kvöldin fór í bað og var að ræða daginn og veginn hvað var í stabaugi og allt slíkt. Já, það var afar vinsælt að skreppa niður í Grjótagjá á kvöldin eftir strangan vinnudag og það var mjög notalegt að fara í gjána og láta líða úr sér streitur eftir daginn. Svo bara hitnaði allt grunnvatn og 1977 þá var Grjótagjá ónótæf því að þá var bara hitinn hætti komin upp yfir 60 gráður, var svona 40 áður. Þannig að það var mjög mikil eftirsjá að því. Það var mikið haldið á lofti að það væri mikil spilling á ferðinni í starfsemi Kröflunefndar. Ég tengdist því nú sjálfur, það var svona frekar óformlegt útboð á rafferlunum og gufukverlunum fyrir virkjunum. Samið var við verkfræðistofu Sigurðar Thoroddsen í samvinnu við Rogers Engineering í San Francisco byggingu orkuversins. Ráðgjafar Kröflunefndar mæltu eindregið að loka með því að tilboði Mitsubishi yrði tekið. Þá kom upp frá kvittur í fjölmiðlum og fréttamenn héldu því fram að ég væri umboðsmaður Mitsubishi og fengi mikla fúlgur fyrir að samningurinn skyldi gerður við Mitsubishi. En bræðurnir Ormsson voru hins vegar umboðsmenn fyrir Toshiba. Ég vildi nú bara að svo hefði verið því að þá væri maður nú kannski betur staddur í dag. Tilboð japanska stórfyrirtækisins Mitsubishi Heavy Industry reyndist hagstæðast, sérstaklega hvað afgreiðslutíma varðaði. Gátu þau strax hafið framleiðslu rafala
og hverfils í hinum stórbrotnu verksmiðjum sínum. Já, það að sjálfsögðu þegar þessar jarðhræringar og eldvirkni hófst hér 75 í desember, þá var vönd að ráða því að það var búið að skrifa undir samninga vélbúnaðinn við Mitsubishi og fleiri fyrirtæki sem voru bara þegar farin að framleiða þennan tækjabúnað sem átti að nota í virkjuninni. Og stærsti samningurinn var að sjálfsögðu gufuhverflarnir og rafhverflarnir sem Mitsubishi átti að framleiða og afhenda. Og það voru gríðarlegar upphæðir í húfi þar. Og þess vegna man ég að við fórum saman í leiðangur til Japan, ég og faðir minn og Einar Tjörvi, til þess að semja við Mitsubishi mennum að fá að fresta greiðslum og þeir tækju tillit til þeirra aðstæðna sem hér væru. Og Japan sjálft eldfjallaland, þannig að þeir skildu vel þetta vandamál sem var komið upp og voru allir á fúsum vilja reiðubúnir til þess að hjálpa okkur við að ráða fram úr þessu. Þannig að það náðust góðir samningar að fresta greiðslum. Vilmundur gagnrýnir harðlega undirbúninginn, útboðin, hraðan, utanlandsferðir og bruðl, ásakar Jón G. Sólnes að hafa skrökvað í haust að hann hafi ekki vitað aðvaranir vísindamanna Orkustofnunar að vart yrði tilbúið nægilegt gufumagn í lok ársins. Hann segir að allt bendi til þess að Kröflumálið sé fjármálahneyksli af áður óþekkti stærð. Alþýðuflokksmenn, þeir reyndu að finna leiðir til þess að gera þessar framkvæmdir tortryggilegar með öllum ráðum. Og þá var Vilmundur heitinn Gylfason þeirra helsti talsmaður í því máli. Hann satt þá á þingi. Það má nú bara segja það fyrst þessa skýrslu, að það segir sig sjálft að höfundur skýrslunnar Júlíus Sólnes prófessor, sonur mannsins sem ber ábyrgð fyrst og fremst á þessu fyrirtæki, sem hefur sjálfur verið ráðgjafar verkfræðingur fyrirtækisins, fengið fyrir það laun, og skýrslan á engan hátt marktæk fyrir vikið. Hún getur ekki notið vísindalegs trausts. Og enda kemur í ljós að skýrslan morandi í rangfærslum og hálfsannleika af alls konar tagi. Það alveg bannvara að maður af því hann heitir Sólnes, að hann geti unnið slíkt starf, það starf sómasamlega hendi að safna plöggum handa einum ráðherra til þess að hann geti samið skýrslu. Og Vilmundur hafði fengið ágætis starfsbróður minn Jónas Elíasson, prófessor í byggingaverkfræði, og Vilmundur fékk hann til liðs við sig til þess að reyna að þjarma að kallinum í þessu kastljósviðstaðli sem frægt varð. Af marggefnu tilefni vil ég nota tækifærið og taka eftirfarandi fram. Ég og nánustu ættingjar mínir hafa aldrei verið né erum umboðsaðilar fyrir fyrirtæki Mitsubishi. Sérfræðingar hafa reiknað út fyrir mig að þessi kostnaður ekki 11,2 milljarðar, heldur hann í apríl 1978 í þessum mánuði 17 milljarðar króna. Þetta bull og blaður þennan kostnað, maður orðinn svo hundþreyttur að svara þessu. Þarna kemur greinilega fram að Kröflunefnd, hún telur sig beinlínis að hafa fengið svo hagstæð vélatilboð, hún geti ekki hafnað þeim. En samt sem áður þá álít ég að í þessum vélakaupum þá gerir Kröflunefnd sína fyrstu, stærstu og alvarlegustu skýrslu. Þessi maður, hann er reikningsmeistari með afbrigðum, en hann er líka einhver fjaskefnasta persóna sem ég veit Þannig að það er best að vera ekki að fjasa þetta hér, það sem hann ekki hugmynd frekar heldur kötturinn, að það var ástandið var svoleiðis, að það var geigvænlegt ástand á þessu svæði. Eftir á þá voru nú flestir sammála að Karl faðir minn hefði nú ekkert látið að vaða neitt ofinn í sig. Og ég vil segja það að Jón Sólnes fór með bláköld ósannindi hér, og það er dýrasta lygi sem að nokkur tíman hefur verið flutt hér. Og einn vitnaði í Njálssögu þegar að Skarphéðinn stökk yfir Markarfljótið á milli ísbangana og greip þá grana og tekið hef ég hér hvolpa 2 og hvað skal við þá gera? Að hann hefði eiginlega farið með Jónas og Vilmund á sama hátt. Það er alltaf hann haugalígi sem bara allt þetta mál með þeim hætti að það er óbærilegt að halda sömu stjórnendum áfram. Það verður að fá í þetta menn sem eru óbundnir af sóðaskap
og vitlausum ákvörðunum fortíðarinnar. Það veitir ekki að hafa upplýst þann dreng því hann virðist ekki hafa náð neinum venjulegum þroska með aldur. Faðir minn, hann sagði mér nú alltaf að hann og Vilmundur hefðu verið hinir bestu mátar. Þeir sátu oft og drukku kaffi saman á kaffistofu Alþingis og spjölluðu saman. Í endurminningum sínum segir Jón G. Sólnes Vilmund Gylfason. Það var það merkilega við það að við Vilmundur gátum vel talað saman á þinginu, þetta eina þing sem við sátum saman. Þá tölum við saman eins og gengur og gerist og það var ekkert illt á milli okkar. Ég skrifaði einhvern tíma grein og sagði að hann myndi mig á strák sem væri með njálg og Dagblaðið ætlaði að senda mér 7.000 króna greiðslu fyrir það. Ég sagðist ekki vilja sjá það. En nú hafa Kröflumálin heldur betur orðið helsta bitbeinið í stjórnmálunum hér á landi. Vilmundur Gylfason, menntaskólakennari, hann hefur að undanförnum vakið þjóðarathygli fyrir snarpar ádeilugreinar og hann varpar hreinni sprengju inn í pólitíkina. Nöfn Vilmundar Gylfasonar og Jóns G. Sólnes eru nú á hvers manns vörum. Ég held að allt sem fær úrskeiðis, það má kannski segja sér rangar ákvarðanir en það er ekki endilega víst að við neitt sé að sakast. Ég veit það ekki, ég held að sé bara náttúrunnar völdu, það er engin guð við þarna, í mínu áliti. Það er engin spurning það að við búum á Eldfjalli og það verður að gera ráð fyrir slíku. Það heldum við. Það séu mannleg mistök? Já. En þú? Sama. Sama, já. Og sá sem stjórnaði þessu helst, hann dreifi þessu á sköruleika. Já. Og það á ekki að ásaka hann fyrir það. Húsavík var uppskipunarstaður alls virkjunarbúnaðar. Meðal þyngstu hlutana var aðalspennir virkjunarinnar. Hönnunar og ráðgjafafyrirtækin hafa sína eftirlitsmenn á staðnum til að fylgjast með framkvæmdum. Bílar og vagnar eru vigtaðir til að fullnægja öllum reglum öryggi og burðargetu vega. Niður brattar brekkur þóttu öruggara að auka bremsukraftinn með því að hengja annan bíl aftan í. Síðir kemst spennirinn á áfangastað og eins allur annar búnaður. Uppsetning vélbúnaðar er nú komin í fullan gang. Eimsvalin er látin síga niður í nokkrum hlutum og soðinn saman á staðnum. Rafallinn sjálfur er þyngsta stykkið í virkjuninni. Þyngri en svo að 40 tonna stöðvarkraninn fái lyftunum. Því var gamla lagið egypsku faraóanna notað. Hann tjakkaður upp og jafnóðum hlaðið undir hann trébitum upp í 15 metra hæð. Því næst er sjálft hverfilhjólið híft á sinn stað og loks er hverfinum lokað. Lagning háspennulínunar til Akureyrar var nú á lokastigi og tengingar við háspennuvirkið hafnar. Strengingar fara fram á hefðbundinn hátt og samtengingar sprengdar saman. Inni í stöðvarhúsinu er tengt að kappi, bæði rafmagns- og röratengingar. Fjöldi manna gerir sér ferðakröflu til að virða fyrir sér þessar stórbrotnu og einstæðu framkvæmdir. Góðum gestum er gjarnan boðið austur þangað. Þeirra á meðal er Oddvar Nordli, forsætisráðherra Noregs. Hann kemur hingað í fylgd innlends stórmennis. Allt er margprófað, jafnt stórar sem smáar einingar, því að lokum myndar allt eina órofa heild. Loks rennur upp úr stóra stund að mannverkin eru tekin í notkun. Fulltrúum fyrirtækja og stofnana er boðið að vera viðstaddir þennan merkisatburð. Ágætu fulltrúar frá Mitsubishi Heavy Industries Limited, það er ágætu gestir. Hér áfanga að ræða þar sem við fögnum að nú teljum við að regluleg orkuvinnsla frá raforkuveri við Kröflu geti hafist. Iðnaðarráðherra leið og ég þakka þér giftusamlega forystu megi hefja raforkuframleiðslu. Gjörðu svo vel. Mikið á þjóðin þeim mönnum að þakka sem stóðu í lappirnar og lét ekki úrtöluraddir hræða sig til þess að hætta þessari framkvæmd. Því að hér eigum við þessa glæsilegu virkjun sem er búin að skila birtu og yl til landsmanna eins og faðir minn sagði einu sinni í áratugi. Við búum í þannig landi að við verðum bara að takast á við náttúruöflin og verjast þeim þegar á þarf að halda. Já, í dag er Kröflustöð rekin í fullum rekstri á báðum vélum og við erum að keyra
í kringu 60 megawatt. Það eru upprunalega vélarnar, rafalinn, Eimssvali, kæliturnin og náttúrulega guðveitan. Nú sem dæmi hefur fengið Mitsubishi hingað og þeir hafa lýst bara yfir mikilli aðdáun að við séum enn að keyra vélarnar hérna og það séu í þetta góðu standi. Og ef þeir eru sinnt með góðu viðhaldi eins og gert þá endast þær áratugum saman, bara eins og dæmin sanna með Kröflustöð. Það hefur bara verið svakalega farsæl aflstöð gegnum tíðina. Kröfluatburðirnir höfðu gríðarlega mikla þýðingu fyrir þróun eldfjallafræði rannsókna á Íslandi. Það er ómetanlegt í vísindunum að hafa eitthvað í gangi sem að endurtekur sig aftur og aftur og aftur. Þannig að þetta var eiginlega bara eins og lexía sem stóð í 9 ár. Að þetta var í raun og veru fyrsta skipti sem lifandi fólk sá dæmigerða íslenska eldgosasyrpu. Þannig að Íslendingar sem þjóð lærðu heilmikið eigið land bara við þessa röð af eldgosum sem urðu í tengslum við þetta og þessa atburðarás. Rétt að síðasta gosið byrjaði. Þá ég kominn á Akureyri á rútu og leið til Reykjavíkur. Og þegar frétta byrjaði að gjósa og ég sneri við og þegar ég kom på Vaðlaheiðina þá fannst mér gosið vera komið ansi langt til suðurs og það var í eina skipti sem ég var hræddur. En ég held ég hafi nú ýtt svolítið á pinnan á leiðinni heim í það skiptið. Almennt held ég að við höfum ekki verið að ræða mikið og tilfinningar okkar í sambandi við gosið og þá alls ekki einhverja hræðslu, menn voru svolítið að vera upplýststjarfir og það er ekkert fyrir nokkrum árum síðan að við erum eitthvað að tala Kröflueldan og ég er að segja frá þessum martröðum sem ég fæ endurtekið yfir árin að ég er í einhverjum aðstæðum þar sem ég kemst ekki í burtu. Það er að byrja eldgos eða hafið eldgos og ég er bara einhvern fastur. Og þá bara rétti fólk upp hendina einn eftir annan og segir ég bara var að upplifa alveg það sama, þessa martröða. Þarna var greinilega bara sálin að vinna úr þessu öngnin, já ekki bara mér heldur mörgum öðrum. Þannig að ég held að menn hafi verið, áfallið hafi verið miklu meira en menn létu uppi og bara viðurkenndi kannski fyrir sjálfum sér, Ég vildi ekkert viðurkenna þetta fyrir sjálfum mér heldur, Eitt af því sem að vísindamenn sem voru hér á vakt stunduðu og mjög meðvitað var upplýsingagjöf til fólks á svæðinu. Stundum fengum við gagnrýni fyrir það að við værum að segja of mikið. Við værum að mála upp allt of svarta mynd af því sem væri að gerast og hræða fólk hreinlega. En á móti kemur að fólkið sem býr við þessa aðstæður auðvitað mjög kvíðið og við erum fljótt vör við það að ef fólkið vissi hvað raunverulega var að gerast að þá gátum við minnkað þennan kvíða. Allar spár sem voru það hvort að gysi á morgun eða hinn, þær eru byggðar á engu og bregðast en ef hægt að gefa og spá fyrir öruggt tímabil þá það mjög mikil virði á svæði eins og í Mývatnssveit eða Grindavík eða hvar annar staðar í heiminum. Mér langar bara alls ekki að fara að skoða gosarna. En ég samsama mig mjög vel við Grindvíkinga og fólki bara á þessu svæði almennt, hvernig þeim líður. Af því að ég hef upplifað þetta sjálfur og ég finn mjög mikið til með fólkinu þarna næst eldgosinu á Suðurlandi og Grindvíkingum sérstaklega. Mörguleyti var þetta óheppilegt að þetta nútíma íslenska þjóðlíf skildi byggjast upp á þessu rólega tímabili á 20. öldinni vegna þess að menn næstu því gleymdu því að það var eldvirkni á Íslandi. Sem við erum að súpa seyðið af núna til dæmis í Grindavík.
að við höfum ekki búið okkur undir atburði af þessu tagi eins og vert væri og þarf að gera í framtíðinni. Ég held að Kröfluvirkjun eigi eftir að verða mjög merk í okkar orkusögu sem slík að þarna var farið í fyrstu stóru jarðvarmavirkjun á landinu. Þetta var erfitt en þetta tókst og hafðist að lokum og við höfum notið góðs af í áratugi núna og kannski þó ennþá verðmætara sú reynsla og þekking sem fékkst við að byggja Kröfluvirkjun. Mér fannst þetta skemmtilegur tími. Það var mikið af ungu fólki í þessum starfsmannahópi og menn náðu nokkuð vel saman og nutu lífsins svona hver með öðrum og já, ég tel þetta hafi verið skemmtilegasti tími í mínu lífi. Þetta með skemmtilegri tímabilum ævi minnar. Ég ekki vafi það að þetta hafði gríðarleg áhrif á allt mitt líf og ég öðlaðist þarna reynslu og þekkingu sem ég bíaði enn þann dag í dag. Fyrir svo utan að þarna kynntist ég svo mörgum góðum mönnum sem urðu vinir mínir ævi langt og minningarnar þær hrúast upp í huganum þegar ég fer að tala Kröflu.